Hvernig varð sólkerfið til? Talið er að sólkerfið okkar hafi orðið til úr risavöxnu gas- og rykskýi fyrir 4,6 milljörðum ára. Líklegt er að þetta gasský hafi verið nokkur ljósár í þvermál og alið af sér nokkrar stjörnur. Því má leiða líkum að því að einhvers staðar í vetrarbrautinni okkar séu systursólir sólarinnar okkar á sveimi. Gas- og rykský, sambærilegt því sem myndaði sólkerfið okkar, er að finna á víð og dreif þyrilarma vetrarbrautarinnar. Einna frægast er sverðþokan í Óríon, en á myndum Hubble-sjónaukans sjást stjörnur í fæðingu og rykský í kringum þær. Uppruni efnisins í þessum gas- og rykskýjum má rekja til sprengistjarna sem framleiða þung frumefni á borð við súrefni og járn sem reikistjörnur á borð við jörðina geta myndast úr. Sprengistjörnur eiga mikinn þátt í myndun sólkerfisins. Þegar stjarna springur dreifir hún ekki einungis þungum frumefnum geiminn, heldur kemur af stað gríðarlegri höggbylgju. Þegar höggbylgjan rekst á stjörnuþoku verður röskun á skýinu sem þéttir ákveðin svæði í þokunni. Þar sem skýið er þéttast yfirstígur þyngdarkrafturinn gasþrýstinginn svo samdráttur getur hafist. Við röskunina hefur gasskýið byrjað að snúast og vegna lögmálsins varðveislu hverfiþungans snýst það hraðar skýið dregst saman. Gasið í miðju skýsins hitnar við árekstur atómanna og frumstjarna myndast. Í upphafi er frumstjarnan stór gaskúla og í kringum hana aðsópsskífa. Eftir 100 milljón ár, eða þegar hitastigið í miðju frumstjörnunnar nær 8 milljón gráðum á Kelvin, hefst kjarnasamruni. Frumstjarnan er þá orðin sól. Úr afgangsefninu kringum sólina myndast reikistjörnur, fylgitungl og aðrir smá hnettir. Innst í sólkerfinu er of heitt til þess að léttu frumefnin, gastegundirnar, þéttust í reikistjörnur. Þess vegna eru reikistjörnur næst sólu úr bergi og málmum. Utar í sólkerfinu, þar sem hitastigið var lægra, þéttust léttu frumefnin í gasrisana Júpíter og Satúrnus og ísrisana Úranus og Neptúnus. Smám saman hreinsaði sólvindurinn frá sólinni sólkerfið okkar með því að blása ryki og gasi út úr skífunni. Myndunarferlið var þá á enda, en á víð og dreif sólkerfið var afgangsefni, smástirni og halastjörnur.